Jæja, ég ætla nú að fara yfir svona helstu atriðin í æfingu 6 sem er skiljaverkefni 2. Nú má sjá, ég er búinn að kveikja hérna á átakartinu og fyrsta sem við ætla að gera að teikna þennan kassa hérna, þessa 2 kassa hérna og sýna ykkur hvernig maður gerir þetta. Þið bara fylgjast með, ég ætla ekki að segja of mikið en vinn eftir hraða. Sko, byrjum á því að velja hérna aðalínulegurinn og hérna er kassaskipunin. Það er líka að flýta sér, nota flýtaskipun, það er rec, rectangle og ít á space, þá er búinn að kveikja því. Ég staðsetja hérna einhvern dagar, það er líka hægt að slá inn hnitinn. Sýnast þetta að vera 20,130, þá byrjaði hérna hnitunum og sjá, svo get ég slegin hérna 40,40 og verður kassin 40 mm hár og 40 mm breiður. Síðan ætla ég að taka rúninginn hérna, það er svo að nota fillet og kamferinn og það þarf alltaf að stilla hann. Við byrjum hérna á filletinu, hann er hérna uppi, það er að smetla hann þarna eða slá bara inn F. Það kemur ekki F og space, það er komin upp fylgiskipunina og þau fylgjast alltaf með skipulínunni, eða ekki. Við þarfum að stilla radíusinn, svo hann er stilltur hérna á 0 núna, hann á að vera 10. Þannig að ég ekki slegin R og space og þá spyr hún hérna specify fillet radius og ég stilla hann bara á 10 með því að slá hann 10 og space og þá get ég klikkað á mótlaga línur hérna, fyrstu hlutinn, svo get ég bara space til að endurtaka skipunina og tekja þetta seinni hlutan. Síðan ætla ég að rúna hornin af hérna, eins og sjáu hér, það eru 10 mm inn og 10 mm hérna. Þetta þarf að stilla líka. Það er skipið sem heitir Camfer, hún er hérna uppi. Sjáu hérna, ef maður stoppar músinni yfir þá kemur smá kennsluvídeó og hún sýnir. Það þarf að stilla, gera hana músinni yfir. Það þarf að stilla inn hérna, hún segir hérna distant 1 og distant 2. Ég smetla Camferinn og þá get ég hérna slegin D og space og þá spyr hún með specify first camfer distance. Ég ætla að hafa hann 10 og specify second camfer distance og hann er líka 10. Þá erum við að stilla það. Hún man þessa stillingu, þegar næstu við notar þetta þá verðum við með þetta inni. Og þá smetla ég hérna mótlega línur og það þarf ít á space til að kveikja aftur á henni, skipunni. Og það er ennur sama hverju smetla á línuna, þannig séð. Nema hún þarf að vera hérna með við miðju. Þá er þetta komið og þá er það hardsið, þessi hérna. Hún gefur ekki upp stærðin á því hérna, en það eru inn á módúl og hérna inn í möppunni, skil 2, eru leiðbeiningar líka. Og þar er gefin upp, sjá þetta er á 12 blaðsíðuna og það er ekki tekið alveg lið fyrir lið. Ég ætla að sýna okkur þetta. Hvað er hassið? Hérna er hassið og hérna gefur hann upp stillingarnar, hvað þær eru að vera. Þannig að hasskipunina, einfalda skálinu við sem hérna user, það heitir ekki user define, þetta er bara user þetta. Einhverjulega gráðurnar 45 og space 2. Og setur svo hak við doppul til að fá netið. Og að sjálfsögðu velja náttúrulega réttan layer. Ég ætla að sýna ykkur þetta. Þetta er hérna, hardsið er hérna uppi, þannig. Eða þá maður slepar en H
og space og þá koma stillingarnar uppi og hérna þetta með pick point ef við smellum hérna inn í rating þá kemur þetta svona út og afturlega með það þetta ágætt sko þá sér maður hvað maður að gera ég fer hérna þannig hérna eru þessi fleiri möguleikar ég get ræða niður user, þetta user defined leiðbeiningunum þetta heitir bara user í dag þetta byggir á nýrútgáfunni og svo getur stillt hérna gráðurnar 45 línubilið á að vera 2 og svo velja hérna doppul, setja höggu doppul þá fer hérna properties og hérna doppul og þá var hún tvöföld ég var ekki með réttin layer ég fari bara hérna í home ribban og vel hérna réttan layer A0 hash þá fer hérna hash creation og slekka á þessu þá var þetta bara komið og nú ætla ég að taka fyrir þannig hérna hluta hérna hluta þá verður þetta við liðina ég byrja hann á sama hátt ég fer í aðalínulegirinn ég tek mér bara kassa og hef hann hérna og hann byrja hérna í liðina hann gaf upp ykkur ákveðna tölur hérna í leiðbeiningunum og ég hef hann 40,40 að stærð og ég þarf að taka kamferinn hann stilltur síðan áðan á 10 og 10 svona og ég þarf að taka filletið og það stillt áðan síðan á radiusin 10 en nú þarf ég að stilla hann á radius 5 þannig að ég búinn að velja skipunina íta R og space og þá spyr hún hvað ég vil hafa radiusinn og ég vil hafa 5 og space og smellir hér á mótla hot og þá kom ég hérna síðan það með hringarninni það hérna circle ég get slegin CI eða bara C fyrir hring og space og nú þarf ég að byrja henni í byrjunni ég fer þessa leið núna ég get notað þessa hérna permanið ég renni músinni hérna yfir til að fá þessa grænu þetta verður kannski ekki alveg megin þetta hérna verður megin svona svo ég renni bara músinni yfir græna punkti þá sýnir forritin yfir áhuga þessum punktum og þá hjálpar hann með býra til svona hjálparlínu fyrir mig þetta kannski ekki nógu góð þetta ég er búinn að fylla þetta hérna á svoleiðis þannig að þetta verður aldrei rétt hjá mér middpunkturinn alltaf á miðlínu og það frá þessari hérna línu hérna frá og hingað og svo miðpunkturinn og hann ekki hérna þannig að þetta verður skarpt ég þarf alveg að teikna miðlínuna fyrst þannig að fyrir miðlínulegirinn með svo línu eða line og ég ætla að hana sko, þá þarf ég að búa mig til smá hjálparlínu það hérna svona hittir svo space til að slökkva og space til að kveikja og síðan þegar ég byrja næstu hérna svo ég renni músinu svona út og þessi lína á að vera svolítið lengur, hún á alveg hingað við notum hana í framhaldinu af verkefninu þannig þá get ég valið aðalínulegirinn hring byrja hérna miðinni hún spyr mig alltaf, ég kík alltaf hérna í komalínuna specify center point og miðjan á hringnum hér smelli þar fer svo á stað og hún stillt á að sýna hún spyr radiusin og hann gefinn upp hann sem 15 og space þá þetta komið og nú þarf ég að teikna þessar 2 línur hérna niður
og út af því að við erum með kveikt á hérna dynamic inputinu sem er þetta niðri og getur valið hérna línuskipunina það byrjar hérna í miðjunni hún fer þess að og ég tek hana bara aðeins út fyrir hérna ramman hér, ekki fyrir innan, þetta út fyrir og samþykja bara lengdina, ok og íti svo taptakan bara inn í gráðurnar og þá get ég slegið sjá, 45 gráður nei, hann stiltur svona að mér ég þarf að hérna reikna mig út, það sem sagt 315 gráður það líka hægt að smetla bara beint inn í horni 315 er alltaf 45 gráður hérna frá svo veit ég á space til að kveikja aftur á línuskipunni byrjaði næstu línu hér og þessi á að vera 15 gráður frá 180 það er 195 gráður fast ég fyrir hérna 195 svona ná, það var svona aftur aðja, alltaf leið, það var alltaf leið nú er gott að trimma þetta nú klippi ég þetta til og sjá hvernig þetta er hérna á klippa til þessa ramman og þessa línur og þá er trimskipinu hérna uppi eða þá að maður hýtur á T TR þarf að vera og space og trimmið virkar nefnilega tvennan hátt sko, nú get ég ef ég smelli á þessa línu og þessa línu og svo space og svo gerir þetta svona og þá mun að skera sig upp að þessum hérna línu og sama hérna þá ég get ekki tekið allt í einu hin leiðin við fyrir þetta út á er ef ég fer í trimskipunina þetta T og M og smelli einu sínu á space aftur áður byrja að gera nokkuð svona að þá fæ ég freelance klippingu þú getur klippt svona að næstu línu en hún þarf alltaf eitthvað punktalega með að við sjá hvað hann gerir hérna hún hoppar hann á milli hún trimmast að næstu línu hún fer ekkert lengra og það er munurinn á hvort að maður velji trim þegar nú ítti ég á escape til að slökka á þessu og starta aftur trimminu sláum TR og space og ef ég vil þessa línu og þessa línu fyrst og svo space að þá sker hún sér sjálfkrafa að línum það er munurinn aðja, og svo þá er ég bara eftir að setja hatsið þarna í það er hérna ég vil hérna fyrst layerinn hatsleir hats, ekki hats hatsi hér og smelli inn í og sjá, hún notar síðustu stillingu við vorum með og þetta er sama stillingin og var hérna hinn í verkefninu þá er ég búinn að teikna þennan hluta næst hjá mér það sem ég ætla að gera ég ætla að setja málsetningar á þetta eins og sýndar eru hérna þannig að þá fer ég í málsetningarlegir og ég sjá að hérna er annotate og hérna eru svona nokkru möguleikar maður getur breytt típur og annað það er líka að fara hérna í þá fáum við svona dýpri stillingar það er nóg að velja hérna núna og muni við þurfum að breyta skalanum því að þetta er annotate því þetta fyrir sjálfkrafa í réttan skala þegar við setjum þetta teikniblaðið og við þurfum að hafa þetta 1:1 þegar við ætlum að setja upp á teikniblaðið 1:1 svo er ég bara hérna liner og hún samþykkir þetta fyrsta skipinu hér þá smelli ég bara hérna á móti og hérna á móti og hérna ítur svona space til að kveikja aftur á skipinu og við ætlum að mæla hérna þá var það 10 hér og svo setjum ég að space aftur að kveikja aftur og 10, nei við það var skatnið með 10 hérna og sjá það, nú lendir þessi hérna ofan í við viljum það ekki
þannig að geti gripið í þessa og fært hana neðar sem nefnir 10. Síðan þurfum við að fá radíusinn og það hérna, þið sjáu það hérna lítið píla. Hérna radíus og smelli þá bara á hornið. Og kemur það. Svo íti á space til að kveikja aftur á radíus dimensionin. Smelli hérna á vera. Og þá verður hérna aftur á ringnu. Ég er búinn að íta á space, smelli hérna. Og þá fæði þetta svona. Síðan það gráður, það hérna angular hérna. Ég ætla að hafa inn hérna milli, það er svona 15 gráður smelli hér og hér. Þetta er svona, svo getið þið að fyrir því hvar færi músina, hvernig þetta endar. Það er ekki alveg nógu gott, þá getið smellt á hana og smelli hérna bláa hringinn og færi þetta til að stilla þetta, fínstilla þetta. Smelli aftur hérna á gráðurnar. Það er hérna 40 gráður. Og þá var bara eftir að málsetja hér og þarna nýti ég mér hjálpað möguleikans. Hérna hefur þetta úti. Smelli hérna hornið og svo smelli ég hérna og til þess að fá línuna hér þá voru þetta svona. Okay. Og síðan 10 hér og 10 hérna. Þá er þetta komið í bili og ég ítreka að ég uppæfi á maður alltaf að fara í Save As þegar að setja þetta í hérna á vaftrið ykkar. Ég er ekki með aðgang á því hérna, ég er ekki í skóla að gera þetta. Þannig að þið setja þetta á vaftrið ykkar og þið þurfa að skýra þetta. Ég setja upp á stafinn ykkar. Ég seti áfangaheitið, þetta er 703 og seti VAP 15 fyrir önnina. Þetta er skilaverkefni S02. Þetta er 12 áfangi og þetta er úrgáfa 1. Og svo er sjálfkrafa hérna, sjáu þið átakat, kemur.dv ekki fyrir þetta, svo við til að segja. Takk fyrir í bili.